En við snúum okkur að alvarlegum málunum, en það er að segja fjölmiðlum og nú ætlast ég til að þeir farið ekki að fallega. Því að nú beitum við ekki aðra stýringu og það eru tveir merkir viðburðir sem að hafa átt sér stað í fjölmiðlaheiminum undanförnum. Annar tók sínum merkilegri. Sá ómerkilegri var að það fæddist nýtt fréttablað suður í Reykjavíkurhreppi sem að hefur ekki enn komist hingað í Sundavíkurdalinn. Og hinn var þá að svo merkilegri að skessuhornið var flutt í húsnæði Apóteksins í Borgarnesi sem að eðlileg skýring á því að það eins og hver maður sér þá stendur ekki í útgáfustarfsemi til lengdar öðru sem að vera lífum. En viljið þið tjá okkur eitthvað þetta? Ef þið viljið ekki þá er mér ósátt að við haldum áfram. Ég treysti ykkur ekki það verð. Ég vil endilega tjá mig. Já, það sem ég óttari. Já. Fyrst skessuhorn og svo fréttablaðið einhvern tíma sinna. Og það, ég ætla að lýsa því þegar að ritstjóri Skessuhorns kom í fyrsta sinn inn í hinu nýju húsakynni og þá tekinn við búsforráðum. Strax fór Gísli að athuga og gaut til rekkanna var þá glas með Viagra til vinstri á bak við hurðina. Þó ég býst við að Ólafur á Hóli hafi farið þarna einum svipað leyti. Fullur af kæti að flutningi vann, að fyrningum hafði þá einhvern pata, í útsuðurhorninu Ólafur fann, ákveðna tegund hlífðarpata. Já, það var nú það, já. Skessuhornið, já, ekki skessan þarna líka. Mörg hlið á máli hverju, menn í apóteki sýsla, skessan þar vopn og verju og verð sig þannig fyrir Gísla. Já, Gísli Einarsson nú allt og hans staðar í öllu, hann fréttamaður, útvarps og sjónvarps og skessuhorn og guð veit hvað. Gísli allt og hans staðar og oft í honum bölvum. Flutti í lyfjaleifarnar með lesefni í tölvum. Ég var árið því.